Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Jæja, heyrðu, Steinunn, hvað hefur við eitthvað sem hefur vakið athygli eða eitthvað? Já, nú ríkasti brjálæðingur heims, Elon Musk. Við ræddum hans í gær. Við ræddum hann aðeins í gær. Við ræddum hann aðeins í gær og hann, svona hegðuna sem ég skrýtin þessa dagana, hann virðist vera svona að reyna að egna fólk til borgarastyrjaldar í Bretlandi til dæmis og hann er svona, hvað ég að segja, hann er að láta reyna á vöðvana hvers hann er megnugur og í algjöru að því virðist svona einhverju oflætiskasti og svo fannst manni dálítið fyndið í gær að það, ég var að renna yfir Twitter þegar ég var að fara að sofa í gær og þá skrifar hann Kamala Harris, sem sagt forsetaframbjóðandi demókrata, er kommunisti og mér varst þetta dálítið fyndið. Ég var nú sem krakki. Er hún kommunisti? Er hún kommunisti? Hann heldur þessu fram og Hvað heldur hann að vera kommunisti? Nú Reyndar sko hann segir Camilla is quite literally a communist. She wants not merely equal opportunity but equal outcomes. Og það er bara eins og það sé það hræðilegast, það sem getur hugsast og svo þá veltur maður því fyrir sér hvað allar demókratar heimsins að gera við þennan stimpil. Ég meina alltaf þegar fólk ætlar að ráðast á þér þá ert þú kallaði kommunisti og ég man nú eftir því Pol Pot, mokki hann kallaði mig Pol Pot út af. Já, nákvæmlega og ég man nú bara eftir því að því ég átti róttaka foreldra að ég var grýtt með snjóboltum og komabarn og hann Haukur Már Helgason skrifaði inn á Facebooki í gærkvöldi og ég ætlaði að fá að lesa það sem hann skrifaði og sem sagt Haukur Már skrifar: Maðurinn sem á X fullyrðar af forsetaframbjóðandi demókrata sé kommunisti. 54 milljónir manna sjá færsluna. Burtséð frá árekstri gamalla lýðræðisferla við nýja miðla og aldrei biluninni framundan. Hversu margir af þessum milljónum ætli hugsa með sér að fyrst Harris sé kommunisti, þá sé bara kommunismi kannski ekki svo galin hugmynd. Lesi sér jafnvel aðeins til, finnist fín pæling að hver leggir til eftir getu og uppsker eftir þörfum, sem er alltaf bara Marx. Er þetta eitthvað til að skoða? 2% þessara lesanda væru þá 1.000.000 manns og svo líkur hann orðum sínum í þessari tilvitnun á því að segja bandarískur kommunismi yrði forvitnilegur og það er endurfæddur í Bandaríkjunum af þessum 1.000.000 mann sem að Elon Musk hefur kveikt í réttlætis logan í brjósti. Já, og þá er það kannski eitthvað sem að demókratar heimsins þurfa að fara að hugsa um. Það væri bara frábært að því að það þarf einhverja endurnýjun. Demókrataflokkurinn veit ekki að smá endurnýjun. Já, en þetta segir manni líka Það er ekki svo langt síðan að voru kommunistar sem að störfuðu svona í og við demókrataflokkin, svona miðja þeir síðustu öld. Nei, en þetta er líka bara hvað ég var að segja, þessi stimplar og þessar nafngjafir, það er orðnar svo hvað ég var að segja margbreytilegar, þetta leggja orðið svo marga merkingi í þetta, hann er að nota þetta þarna sem algjört skammarirði til þess að reyna að eyðileggja fyrir henni og svo framvegis. Það hefur náttúrulega verið gert í Bandaríkjunum eiginlega í 100 ár. Það verið talað um sósíalisma sem skammarirði og það var þannig að það voru óamrýst að vera sósíalisti, það voru ofsóttir. Já, en þegar verkalýðshreyfingin var kerfisbundin brotin niður í Bandaríkjunum. Já, en þegar það er farið svona með orðin, þegar þau eru svona teygð og ég meina ég hugsa Kamala Harris myndi aldrei kalla sjálfa sig kommunista og hún lítur á það sem skammarirði Hún lítur á það sem skammarirði. Hún væri í hægri hluta Sjálfstæðisflokksins hérna í Íslandi. Mjög líklega, mjög líklega en sjálfstæðar konur þegar orðin er orðin einhvern veginn það er engin raunveruleg merking á bakvið ef allir eru farnir að nota þau bara á þá vegu sem þeim dettur í hug. En hver er niðurstaðan þá? Að það bara hætta nota orðin af því að þau eru misnotuð? Við verðum að bara taka þátt í baráttinu og berjast fyrir. Ég veit það ekki, en náttúrulega bara áróður og markaðssetning er orðin bara algjörlega samtvinnuð í heiminum og ég rakst nú á það einhverstaðar og mér er leiðilegt að geta ekki vitnað í það að ólíkt því sem haldið er að það sé ómenntað fólk sem að sé
mest útsett fyrir áróðri, þá kemur það í ljós að það þvert á móti menntað fólk sem að í miklu meiri vanda við að greina hvað rétt og rangt vegna þess að þau hafa bæði meiri tíma til að fylgjast með öllum þeim upplýsingum koma fram og skulum segja blue collar workers eða það fólk sem verkafólk bara alltaf upptekið við vinnu til þess að geta eitt heil og hálfu dögunum í það að reyna rýna í upplýsingaóreiðuna sem vellur fram úr miðlunum, sko. Það líka náttúrulega þeir sem eru betur settir eru svona háðara kerfinu og að sömuleyti kerfið alltaf að dæla út upplýsingu til þess að viðhalda sér og ef þú ert svona millistéttar manneskja og svakalega menntuð og hefur á sömuleyti sko afkomu þína út úr kerfinu og að við viðhöldum svona einhverjum tilteknum hugmyndum að þá ertu svolítið sko í vandastödd. Þetta svona verið ekki dæmi að þessu með Sovjetið, kannski þegar svona það var andlega dautt svona 1970, 1980 þá kannski svona vissu það svo sem allir að þetta var ekki að ganga en það hafði engin svona beint hag af því að andmæla þessu þannig að fólk þetta bara viðhélt hugmyndunum, þetta bara mjallaði svona áfram. Ég held að það séu margir sem eru þannig í stöðu svona gagnvart kapítalismann, það vita allir, þú veist að hann að eyðileggja jörðina, hann að brjóta niður samfélögin og hann bara eitur en það bara ef þú ert inn í kerfinu og hefur alla peninga þennan og afkomuna þennan af þessu að þá það að stíga út og segja, heyrðu ég sósíalisti, ég vil þetta ekki, það hefur bara hent út, við þekkjum það. Já, en ég velti mig líka að því að mér finnst þetta svolítið áhugavert þetta með það að svona menntaðir væru viðkvæmir fyrir því að verða fyrir áhrifum af áróðri alls konar og þá kannski fer maður að velta fyrir sig sko, hefur skólun eitthvað með þetta að gera? Við erum þjálfuð upp í það í skólum að trúa því sem stendur í bókinni og ég gegnum okkar nám tökum við það sem að kennararnir réttað okkur svona kennt það. Það ekki alltaf þannig sko. Nei, en það var ekki þannig á mér sko. Ég, nútíminn kom inn í kennslustofuna í mér þegar ég var 11 ára. Þá kom Ingvar Sigurgeirsson og námi, ég held að hann hafi verið 21 árs. Já. Og hann bara tók þetta Bismarck skólakerfi og hendi út á gluggann. Og við sátum þarna bara í einhverju diskussjónum og vorum að vinna einhver verkefni. Heldur þú að það sé að gerast inn í grunnskólum eða háskólum landsins? Nei, ég bara segi þetta, þú veist, við getum ekki sko sagt að skólar séu, það getur þótt að skólar hafi verið vondir, þú getur nota skóla illa, þá getur líka nota skóla ágætlega. Þar fyrir utan þá finnst mér alltaf mikið talað að við erum að kenna eitthvað í grunnskólum og laga það þar. Það sem að í samfélaginu að sko samfélagið okkar eitthvað brenglað, þannig að börnin okkar koma í skólan sko kannski óhæf til þess að vera að taka þátt í einhverju diskussjón. Það sem ég ekki að halda þessu fram, ég bara hugsa þetta, það þessi skólun að taka því sem að við erum að læra í skólum, í háskólum, að treysta því sem bókin segir, að treysta því sem kennarinn segir, gerir það verkum að við erum meira auðtrúa fyrir því til dæmis sem að fjölmiðlar birta. Ég tengist þér svolítið af því að þú langar til að sitja hérna og læra hagfræði og ég að svona þvælast fyrir þér. Það náttúrulega bara því að afi var hagfræðingur. Já, ég veit það. En ég að þvælast fyrir þér. Ég hugsa sko, Steinunn heldur það að ef einhver segir henni hvað verðbólga, að þá skiljum hvað verðbólga. En málið það að það eru svona ólíkar sýn á verðbólgu. Þú veist að ég geti fengið mann frá viðskiptaráði sem að tala skaðsemi verðbólgunar. Það ekkert satt sem hann að segja. Hann bara að sko sveigja að einhverju tilteknu hugmyndakerfi og ef að þú færð þá hugmyndur verðbólguna. Hann bara að halda fram sínum skóla. Og ef þú lappar þetta út með hans hugmyndir, þá bara myndu farast. Þannig ég vil ekki læri neitt. Þá út mig. Já, ég að segja það. Við erum dálítið brennd marki skólana. Þú veist, einmitt hvaða hagfræði skóla höfum við lært og þar með trúum kannski blindni og kannski kannski taka skólar stundum frá okkur þessa, bara getuna eða trúna á það að við eigum að hugsa meira sjálf. Ég alltaf að hugsa þetta hvernig almenningur og bara hvernig maður sjálfur á að greina á milli í þessum áráðusheimi sem við sjáum og ég meina við sjáum að almenningur er að trúa eigin upplifun.
almenningur á að trúa því að sko vaxtastefna Seðlabankans er bara þvæla, hvernig hún birtist í mínu lífi og hvernig hún er. Ekki fara ég kannski skil ég ekki hagfræði og ætla svo að láta þá sem er að reka þessa stefnu sem er meira og minna það að venda auð hinna ríku og færa peninga frá almenningi til hinna ríku, að láta þá sem er að halda fram því kerfi er að samfara okkur auðvitað verður þetta að vera þannig, sko, ég verð bara að lifa sem þræll og svona, annars fer allt í eitthvað glundróð á Íslandi. Fólk var bara að trúa eigin, sko, liggur við svona brjóstfitu og eigin upplifun. Er kvótakerfið réttlátt? Nei, þetta klikku sér almenningur, þá koma alltaf einhverju sérfræðingur og segja, þið verða átt ykkur á því. Skilur hvað er það? Ég skil það, en problemið er samt líka pínlítið það að þótt að hvert mannsbarn sjái, og við erum að sjá þetta bara á heimsviðinu nánast hverjum einasta degi núna, einhverja algjört, sko, bara einhverju furðu uppákomur og allir finna... Að stríði sér friður, leiti friður. Já, að stríði sér friður og brjála fólk sér besta fólkið og allt það. Og þó að við finnum hið innra að þetta sé eitthvað sjónarspil sem er ekki alveg raunverulegt og eitthvað, þá er eins og fólk þorir ekki annað en að trúa því sem er síðan haldið fram, þeirri sko útfærslu sem er svo borin á borð fyrir okkur. Það þarf svolítið svona kjark, þú veist að suminleitt er skólakerfi meira og minna í þeirra höndum, fjölmiðlandi meira og minna í þeirra höndum, umræðan og fjölmiðlandi meira og minna í þeirra höndum. Þannig að það að ganga út úr þessu og fara bara, við verum bara að búa til okkar eigin fjölmiðla og við verum bara að gera okkar eigin. Það þarf svolítið svona kjark og þess vegna erum við svona svolítið, ég veit ekki hvað það tekið eftir á rauðuborðinu, byrjað að færa svona svolítið fókusina svona eins og svona persónulegu. Að til þess að geta verið virkri andstöðu í samfélaginu, þá þarf ég svolítið að svona gangast við því. Þú veist því að það er ekki í boði að vera einhvern veginn inni. Nei. Og ég meina, þú kemur úr listunum og ég held að þú bara vitir það er svona, það einhvern veginn að vera í list og vera, þú veist, einhvern veginn, einhver svona rödd sem að listin þarf að vera, en samt einhvern veginn að vera inni í kapitalismanum og helst að fá einhvern svona ríka sponsora til þess að styðja því og þinni listabraut og svona. Þetta er ekki leið. Hún skilur, þú veist, við verðum að bara taka ákvörðun að þú veist, hvorum megin ætlar að vera. Ég held að við séum lent á þeim tíma. Ég meina, sko, bara því þú nefnist þetta, þá hef ég mjög mikla skoðunir á því hvert hlutverk listamanna er í samfélögum og það er umræða sem við getum kannski tekið seinna, en ég ætla bara samt að segja það og bara tala fyrir mig að sko, það veltist mjög lengi fyrir mér hvað þetta væri að vera listamaður, að vera leikari og hver ábyrgð okkar í samfélaginu væri. Og ég heldur verulega allir listamenn séu einhvers konar hirðfífl, þar að segja speglar samfélagsins og það séu okkar hlutverk og maður finnur það að það er svona meira umburðarlyndi gagnvart listamönnum heldur en öðru fólki, það má vera píldið skrítið og öðruvísi og fólk hefur gaman að því að gæjast innbýtu hvað eru það að gera í leikhúsinu En ekki fá mikið laun samt. Nei, að sjálfsögðu ekki, ég meina leikarar og listafólk á Íslandi er að sjálfsögðu ekki hálaunafólk, en það er samt sem áður okkar hlutverk að vera speglar og að því leyti eru við listamenn, eru við þjónar samfélagsins. Þessna er mjög mikilvægt að viðdóldið og við fáum höfum aukið svigrúm vegna þess að við fáum þessa athygli fyrir okkar störf ef við erum svo lánsöm og þá skiptir svolítið máli hvernig við förum með þá ábyrgð og listamenn geta staðið með mannúðarmálum, þeir geta staðið með friðarmálum, þeir geta hýjað á kónginn, en listamenn mega eiginlega aldrei undir nokkrum kringumstöðum halla sér að valdhöfum á þann hátt að þeir missi sjálfstæði sitt. Það er mín skoðun. Og þetta er bara mismunandi eftir listamönnum. Sumum finnst þeir geta einhvern veginn stigið dans við hvern sem er, öðrum ekki, en fyrir mig er það bara fyrir mig sem listamann þá er það þannig, ég verð að hafa mitt frelsi, þess vegna neita ég til dæmis að starfa í stjórnmálaflokki, ég vil geta verið óútreiknarleg og verið spegill og fólk getur sett mig í einhvern flokk eða reynt að setja á mig einhvern stimpil, en það er þeirra vandamál. Fyrir mig þá verð ég að hafa það frelsi og þetta var dálítið eiginlega makalust
sem gerist hérna og gerðist til dæmis í þessum forsetakostingum öllum, hvernig maður sá svolítið ofan í, bara eins og að hausti, ofan í réttina. Hvernig fólk skipaði sér í dilka og manni fannst svona, maður sjá, svona ákveðin hóp fólk sem er hræddur það að fá ekki vera til ef það styður ekki rétta fólkið og svo framvegis. Og þetta bara mynd af raunverulega kúguðu samfélagi. Sem að við erum, þess vegna held ég að við eigum að svona gangast við í að hluti þessi svona persónulegt, að maður þarf að gera það upp við sig, annarkvort ertu bara þarna inni. En ef þú ætlar að vera úti þá þarftu að, að líka ná orðunum og svona, þess vegna köllum við okkur sósíalistar til dæmis, því að við sættum okkur ekki við það að þeir gefur. En ég ætla að koma með eina hérna... Já, þú vilt kalla þig sósíalista, ég vil ekki kalla þig sósíalista. Ég sagði við, ég var ekki það mikið þú. Já, nei, og... Ég get ekki sagt ég. Ég ekkert verri þótt þú kallir mig sósíalista, það skiptir enga máli hvað þú kallar mig. Við að koma með hérna bókmenntakenningu í tengstu við hérna með listina. Bókmenntakenningu sem að minnst að ykkur Nú býður Gunnar Smári upp á ókeipis hugmyndað bíaritgerð sem að skoða hérna trúðin í íslensku samfélagi og þá fyrst og fremst þá sem eru fara með svona spaugmál og við þekkjum hana spaugstofuna sem að á tímabili þótti vera mjög sniðugt að hrakyrða en hún átti fóstur hjá ríkinu. Hún var þeir fyrðu stuðning frá ríkinu fyrir það að þeir voru meira og minna ríkisstarfsmenn í Þjóðleikhúsinu og víðar. Þeir höfðu það. Síðan var þetta lokað og þá kemur upp svona nokkra kynslóðir af spaugurum en þeir hafa ekki sömu tekjurnar. Þetta er svona follow the money hugmynd. Og hvaðan sækja þeir tekjurnar? Að langmestu tekjurnar sem þeir fá að vera svona veislustjórar og mæta á svona árshátíðir. Og þá gerist það að gagnrýni á samfélagið, eða svona róttæk gagnrýni, hverfur út úr íslensku gríni og gríni snýst meira og minna hvað við sem skrítin almenningur, hvernig við hegðum okkur asnalega út í kjörbúð eða hvað við erum obsessed að ykkur svona og við erum svona spilt og eitthvað svona. Þannig að pólitíska grínið hverfur, fyrst og vegna þess að grínarinn, hann á bara ekki efni á því lengur vegna þess að hann þarf að vera skemmtanastjóri hjá Samherja og Sjóvá og alls konar slíku. Ég legg til að ykkur ungur nemi skrifi þessa ritgerð. Já, en ég held líka svo að þessi svona tíðarandinn, þú veist, það einhvern veginn varð bara á löngu tímabili bara einhvern veginn mjög ósmart að skipta sér að pólitík. Og grínast að henni. Og gera grínaðinni og allir heldur bara að allt væri orðið ægilega fínt hérna og gott. Það því Elon Musk ætlaði að sjá þetta fyrir okkur? Já, nei, ég er nú að tala kannski bara aðeins fyrr líka, og kannski var það bara ákveðið svona velmeguna tímabila sem fólki leið vel og fannst það ekki þurfa að vera að arga þrassast í þessu. Lífsbaráttan var bara ekki eins hörð. Þetta er náttúrulega einkenni nýfrjálshyggjunnar að það er ekki okkar hlutverk, Steina mín, að koma hérna saman og ákveða hver framtíðin er. Framtíðin kemur frá frumkvöðlum sem að finna upp einhverja nýja tækni og veistu það að þvottavélin hefur gert miklu meira fyrir kvennabaráttuna heldur en öll kvennahreyfingin samanlagt. Þú kannastu þetta? Og þetta er bara hápunktur nýfrjálshyggjunnar og fólk bara trúð þessu. Og þannig að svona hugmyndunum að okkur við bærum sameiginlega ábyrgð á þróun samfélagsins sem er náttúrulega stjórnmálin. Að hún bara þóttið hallærislegt og púkó og talandi grínara þá er Jón Gnarr og Sigurjón Hjartarson að búa til dúettinn Plató að syngja, þú veist, að vera hæðast að því hvað fólk er rosalega hallærislegt þegar hefur einhverja pólitískar skoðanir í einhverju mussum, eitthvað hallærislegt tippanir. Já, þetta er alveg rétt sem þú segir, það vantar svona svolítinn ventil á Íslandi þannig að almenningu geti hlegið að kónginu. Við erum búið til spaugstofu. Já, ekki bara öskrað og ekki bara verið reiður, heldur líka hlegið og það er náttúrulega dálítið hlutverk listamanna að gera það. Ég meina það við náttúrulega vegum málara til dæmis eins og Þránd sem að málar bara satírísk. Pældi í þorstanum eftir verkunum hans þegar hann gerir eitthvað. Það bara heyrir eiginlega fengileikan fara samfélagi. Að sjá að vera hæðast af Þorsteini Má og hvað heitir hann, Bjarna Benediktssyni? Já, og þetta er ekki bara það er ekki af ilsku sem fólk gerir þetta, það er bara samfélagið þarf að létta á þrýstingi vegna þess og það er oft mjög vel hægt að gera það í gegnum listir, í gegnum grín og Það er til þess að benda það að Elon Musk er náttúrulega fyrst og fremst bara hilarious fyndin grínpersóna,
Já, eða tragískur sko. Mér finnst hann kannski fyrst og fremst vera svona bara tragískur maður sko. Það sé ríkari Þú veist, þriðji. hann maður sem hann heldur hann stjórni heiminum og hann vill stýra heiminum inn í einhvers konar alheimsstjórnun og það virðist vera það þó að hann þykist vera að berjast fyrir einhvers konar opinu umræðu og lýðræði og sko þetta með markaðinn og áróðurinn sko það orðið svo erfitt að lesa stærstu fjölmiðla heimsins vegna þess að maður sér orðið svo greinilega hvernig bara raunverulega fréttir eru skrifaðar til þess að æsa upp hópa gegn hver öðrum og hvernig bara Mestu bara mokka. Mokkin bara fullu í þessu. Mér finnst þetta bara eiga við alla stærstu fjölmiðla heimsins. Hann bara æsa fólk upp gegn innflytjendum og Palestínu fólki. Ég veit það og þú veist og sósíalistum. Og leið og við hoppum inn á vagnin og lesum þessa fréttir þá erum við að mala gull fyrir þessa meginströmsmiðla og maður veldi fyrir sig hvað að verða blaðamennskuna sko, og bara í Bandaríkjunum að því ég fylgist alltaf með bandarískum fjölmiðlum eftir að ég bjó þar og mér finnst þetta að breyst svo mikið, mér finnst miklu minna það að maður sjáu efni frá sjálfstæðum blaðamennum sem að skrifa þú veist svona þar sem þeir sko við skulum segja bara svolítið vel ígrundaefni, mér finnst þetta meira að vera orðin eins og einhver svona að þeir sé að fylgja einhverju ákveðni retorík, einhverju eins og þeir sé gefin einhverju ákveðin stefna til að vinna inn í og ég bara hugsa unga blaðamenn í dag þegar þetta sjálfstæði er tekið frá þeim til þess að þeir fara og reyna að finna svo sjálfstæðan vettvang þannig það eiginlega það sem fallegt við mannin að því meira sem kúunin að þá sprettur alltaf upp eitthvað svona von og það eru margir bandaríski blaðamenn sem eru bara að reyna að finna sér sjálfstæðan vettvang og reyna bara að halda áfram sinni blaðamennsku bara fyrir utan þetta kerfi. Sko. Já, og vegna þess að þeir átt að segja að það er ekki hægt að breyta því innanfrá. Þetta er bara svo þungt og erfitt. Já. Og þú veist og það sem er kannski vantar. Ég meina hugsa þér að koma út sem ungu blaðamaður og fara að vinna hjá blaði eins og Washington Post eða New York Times eða eitthvað og þar sem þið eru bara uppálagt að skrifa ákveðna fréttir til þess að gera ákveðin samfélagshóp brjálaðan. Ég meina, þú veist, þarna ertu farin að vinna bara raunverulega við sko hugsana, hvað heitir þetta svona hugsana manipulation, heilastjórn. Það sem er að verða til núna og er bara helling af blaðamönnum og alls konar fólki að búa bara til sitt eigið fjölmiðlaefni. Bara ef fólk nennir ekki öðru þá getur bara að fara á YouTube og fundið hellinga þessu. Það er þörf samfélagsins til að búa til eitthvað sem hefði kannski heita fyrir 50 árum eða 60 árum svona counterculture. Það er þú ert með eitthvað samfélag sem er eitthvað svona hugmyndakerfi sem er bara staðið og ónýtt og þá fer einhver hópa fólks og býr til einhver annan valkost. Og það sem kannski að því vorum að tala 10. áratuginn eða eitthvað svona hápunta nýfrjálsíkjunnar, það var kannski helsta einkenni hans að countercultureinn, að valkosturinn að því að vera ekki inni, hann var eiginlega horfinn. Þannig það voru allir að reyna einhvern veginn að vera inni í systeminu, einhverju sömu sögunni. Þannig ég held að við séum að upplifa tíma, eins og sést held að minnst þegar stúdentar í Bandaríkjunum bara taka ekki við prófskírteininu sko, til þess að beygja sig ekki undir sko kúunina. Að það sé að verða til eitthvað svona möguleiki á því að verði til eitthvað svona counterculture. Eins og sömuleyti við erum að búa til samstöðinu, við erum bara að búa til nýja fjölmiðil. Því það er ekki séns að fara að breyta hinu sko. Nei, en sko af því að markaðurinn og áráðursmaskínar eru svo nátengdar. Þau eru alveg markaður og engum vandræðum með að sko markasvæða andstöðu eins og sást þarna í Black Lives Matter og fleira. Þetta var bara komið í Pepsi-auglýsingar 3 korterum seinna. Sko. Ég veit það, en sko skulum segja heimsmegin strömsmiðlar og náttúrulega risar eins og Facebook, Twitter, Google, skiluru, sem stunda það sem að, þú veist, svona eftirlitskapitalisma eða njósna kapitalisma og þú veist, maður er oft heyrt þetta, mér er alveg sama þótt að Facebook fái myndirna mínar, mér er alveg sama þótt að ég hef ekkert að fela, mér er alveg sama og ég meina, ég hef sagt þetta sjálf, vegna þess að í alvörinu þá finnst mér mitt líf svo ómerkilegt að það skipti engu máli.
En þegar maður fer að velta því fyrir sér að raunverulega þessi njósnakapitalismi kannski það sem að okkur stendur mesta ógn af, þú veist hvernig hegðun okkar grandskoðuð, þú veist, og raunverulega þessi tölvurísar þekkja okkur orðið betur en okkar eigin fjölskylda vegna þess að þeir fylgja okkur hver sem við gerum, hvað sem við lesum, hvað sem við skoðum, til þess að geta haldið sko nákvæmt registur það hvers konar manneskja, þeir eru búin að efnagreina í okkur sálina. Við gangast inn á það sko, teljum að við höfum ekki rétt á sko svona. Já, og jafnvel án okkar samþykkis eru þeir að selja upplýsingar okkur innan í hópa fullt af öðru fólki. Þessi persóna ásamt milljónum annara hafa áhuga á þessu og þá þýðir það fyrir þriðja aðila, þarna get ég framleitt ekki vegna þess að það er svo stór hópur sem að sýnir þessu áhuga og það víst þannig að bæði á Facebook og Google og Twitter stór hluti af því efni sem við sjáum hreinlega bara sko fake markaðsefni til þess að kanna áhuga. Þannig að fyrirtæki geti sko séð. Við lifum inn í Truman Show. Við lifum inn í Truman Show, þannig að sprotafyrirtæki geti farið til fjárfesta og sagt, sjáu þið heimurinn vill þetta. Jafnvel að prótitið sé ekki til og ég man fyrir svona 20-30 árum þegar það var fyrst byrjað að fjalla þetta. Að þá var eitthvað sem var að segja það að sko frelsið sem að þá var svona ímynduðar miðaldir. Að ég byggi í þorpinu með þér og einhverju öðru fólki og svo hefði ég möguleikann á því bara að fara bara yfir fjallið í eitthvað annað þorp og vera laus við sko fortíð mína. Að þessi hugmyndum frelsi að það væri alvarlegt að sko fórna henni. Þetta er svona hugmyndin eins og ég man að einhvern tímann var sagt sko svona víðernin á Íslandi sko að hugmyndin þau væru sko sterkar í okkur heldur en sko þú þarft ekki að fara upp á fjall sko til þess að njóta þeirra. Það er bara hugmyndin að þau séu þarna að hugmyndin að geta bara stíið upp og farið og byrjað aftur einhvers staðar annars staðar. Þetta er náttúrulega algjörlega horfið en þá var þessi maður að skrifa og segja að þegar við mistum þetta að þá mun það hafa alvarlegri áhrif á sko hugmyndir okkar frelsi okkar heldur við getum okkur grein fyrir. Þannig að allt í einu erum við bara undir linnulausu eftirliti og erum bara bundin af sko fortíð okkar. Þú veist, áttarðu hvað ég að meina? Vonin að geta orðið eitthvað allt annað. Allt í einu hún bara búið að taka hana frá okkur. Já, ég meina nú verið að yfirheyra og handtaka fólk í Bretlandi fyrir að hafa sett ýmislegt út á internetið. Verið að banka upp á og fjarlægt bara. Já, eða þú veist, það eru yfirheyrslur og það eftirlit og það eftirlit með því hvað fólk segir og lætur út úr sér. Hvað finnst okkur það? En sko, við erum náttúrulega, það er búið að neppa okkur í einhvers konar þrælahald. Þú veist, með sálfræði, hernaði og hræðslu áráði. Það til dæmis, ég tók eftir bara í fyrra dag eða eitthvað, þá var allt í einu, allir Twitter fullur það að það væri einhver fuglaflens á leiðinni og nú hefur fuglaflensa ekki smittast í menn, svo vita sé. En bara hún gæti gert það. Nei, og líka eftir það sem að gerðist í COVID, þá bara viðbragðist býtu, erum við að fara í annar lockdown og allt þetta og það er orðið svo rosalega auðvelt að manipulera með okkur og sem sagt maðurinn og mannsandinn meðan við gefum okkur af þessum miðlum, af því að komast við bara eiginlega í gegnum lífið á þess núna, þá erum við faktist í ákveðnu þrælahaldi. Það er að halda af okkur þröngum, erfiðum, óttafullum heimi í staðinn og að halda frá okkur og svona opnum, stórum heimi þar sem að sko allt er mögulegt og vonin á heima. Já, og ég held að skólarnir beri ábyrgð að við trúum því sem stendur skrifað. En ég, að því að þú varst með svona fréttir, að þá bara labbaði ég fram í útvarpi í gær. Já. Og þá var ég einhver rass. Bara svona gömlu viðtæki eða? Já, ég get það, næstu því. Já. Og þá var einhver löggimenn að segja frá því að þeir varu með einhver stórkostlega aðgerðir til þess að stoppa sölu á fíkniefnum í gegnum netið og þeir eru verið handlagt alveg rosalega helling, bara 10 kíló af grasi, sumu framleitt á Íslandi, annað erlendis Ég held að innflutningur og grasi verður alveg hættur, það er svo mikið ræktað hér heima. Nei, það er bara svo mikið eftirspurn að innlend framleiðsla annar ekki eftirspurn. Þetta er nú kannski hugmynd fyrir samstöðina að fara að rækta gras. Já, það sé ekki. En síðan var líka
amfetamín og svo MD sem allir sem í svona hugbreytandi efnum að nota og Já, MDMA nú aðalega að nota orðið í svona til sálu hjálpa fyrir fólk í meðferðum svo hugvíkandi eða hugbreytandi, ég man ekki veit ekki allar síðan næstu því kíló af kókaini, kakó og svo nefndi hann eitthvað annað Já, kakó Já. Þú ert í svolítið kakóinu? Já, ég... Gæti eitthvað komið heimtíðin og lagt hald á kakóið þitt? Það reyndar kláraði ég kakóið mitt í morgun, þannig að það væri ekki... Laugun? Nei, það er bara alveg satt. Eftirlitið myndi einhvern veginn grípa þetta. En ég ætla að segja þér að ég nefnilega drekk mikið svona reynt kakó og mér finnst það gott og mér finnst það gera mér gott, þannig að mér finnst afskaplega leiðilegt náttúrulega. En gæti eitthvað komið og tekið af þig kakóið? Er það bannað kakó? Nei, var það ekki bara tekið með MDMA-inu? Þeir geti ekki tekið bara eitthvað, svo tókuð við 3 skrippbórstóla? Já, sko hreint kakó lítur náttúrulega bara út eins og hassklumpur, þannig að kannski við lögreglan bara ekki vita betur. Hann sagði kakó? Já, hann sagði kakó, já. Hann smakkaði? Já, en kakó, ég meina það er fjöldi manns að flytja inn kakó og það er að kaupa hreint kakó víða bæinn og mér vitanlega er það fullkomlega löglegt. Við verum að rannsaka þetta mál. Þetta er ekki alveg nógu vel undirbúið á mér. Það er bara að labba frem í útvarpi og bara heyra þetta og gera svo ekkert meira í því. Þannig við verum að rannsaka stóru kakó. En ég ætla að segja hins vegar sko hreint kakó. Það er rosalega gott fyrir fólk sem allir drekkur ekki vín vegna þess að það eru svona svipaðir eiginleikar í kakóinu sem eru góði fyrir hjartað og æðakerfið og svona. Ég ætlaði bara að segja það að því að við erum bæði óvirkir alkar. Það er gott fyrir okkur að drekka kakó. Opnar æðakerfið og svo er þetta hjartaopnandi, maður verður svo mildur og góður að því að drekka kakó. Við höfum það í huga en við ætlum að taka á móti gestum. Já. Næsti gestur er bara rétt ókominn. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það er betra. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.